þegar að skapast djúp brennsla einhverju vandamáli, þá verða hugmyndirnar til. Ég hef starfað lengi í lækningageiranum og sárageiranum, 20 ár áður en Kerecis var til, og þekkti mjög ítarlega til vandamála sem sár skapa, bæði ástæðu sáranna og vandamálum sem skapa hjá fólki og líka hvernig verið að meðhöndla sár. Ég byrjaði að vinna með þessar hugmyndir 2007-2008 og það voru margar. Ein af þeim hugmyndum sem ég hafði voru með þorskalóðið. Grunntæknin okkar er sáraróðið og við byrjuðum með það og markmiðið voru að meðhöndla sykursýkisár. En síðan að við hófum vegferðina og byrjuðum að selja svona alvöru 2016 þá erum við líka farnir að meðhöndla brunasár og skursár. Og núna er raunar þannig að meira en helmingurinn af sölunum okkar eru skursár. Og það er ótrúlegt að upplifa þegar varan okkar er á læknastöð, þar sem er fólk sem búið að vera með kannski opið stórt sár, 1 ár, 2 ár. Varan okkar er náttúrulega ekki kraftaverkavara, hún virkar ekki alltaf. Sjúklingurinn þarf að vera með rétta næringu og það er að meðhöndla vöruna rétt að máta. En oft virkar hún og sjá þess að von kvikna í augunum í sjúklingunum og heyra svo síðan sögur nokkrum vikum eða mánuðum seinna að meðhöndlun hafi tekist, er alveg rosalega gefandi og skemmtilegt. Það er náttúrulega frábært hvernig þessi skattafsláttur eru hugsaður, að þá ertu með styrk, þá þarf að sækja styrkin og fullvísa umsóknarnefnd að þú sést með góða hugmynd og reynslu og svoleiðis. En þegar kemur að skattafslættunum, þá eru lögmönnin önnur, þá þarf að vera búin að sannfæra einhverja fjárfesta til að fjárfesta í fyrirtækinu og þeir eru búin að hætta sínu fjármagni í vöxtinn og þá koma stjórnvöldin með skattafslættunum og skattafslátturinn hefur reynst okkur mjög mikilvægur og við höfum fengið greitt 250 milljónir á undanförnum áratugi skattafslátt sem mjög stór upphæð var sérstaklega í byrjun og sögu fyrirtækisins. Ef við tökum saman bara launaskatt á þessu tímabili, þá er það 400 milljónir. Þannig á sama tímabilinu þá fengum við skattafslátt upp á 250 en laun og launatengd gjöld 400 milljónir. Svo náttúrulega alls konar annað fótspor sem við skiljum eftir, virðisaukaskatt og svoleiðis sem ekki reiknað inn í þetta, bara pjúra launaskattur. Svo er skattafslátturinn líka svo mikilvægur vegna þess að þessi rannsókn- og þróunarstörf eru langtímastörf. Þarna verið að byggja upp kompetens í fólki sem kemur til að tileinka ævistarfi sitt á þessu sviði og þegar það hættir hjá Kerecis þá fyrir að byggja upp önnur fyrirtæki. Þannig að skattafslátturinn er ekki einungis fjárfesting í Kerecis eða öðrum fyrirtækjum að halda starfsemi þeirra og byggja upp rannsóknarstarfsemina á Íslandi, heldur snýr líka bara almennt að því að búa til kompetens á þessu sviði á Íslandi.